Tilboði fyrirtækis Róberts Wessman, stærsta styrktaraðila Háskólans í Reykjavík í verktöku við skólann var tekið þótt að standist ekki útboðsskilmála. Tilboði HBH, verktakafyrirtækis í meirihluta eigu Róberts Wessman, stærsta styrktaraðila Háskólans í Reykjavík í verk við nýbyggingu skólans hefur verið tekið. Fyrirtækið uppfyllir ekki útboðsskilmála þar sem það í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld. Guðný Helga Herbertsdóttir. Byggingarvinna við nýbyggingu Háskólans í Reykjavík hófst í desember árið 2007. Byggingin þykir hinn glæsilegasta og komi til að mynda danskir arkitektar frá Henning Larsen að verkinu. Nýlega var boðið út verk sem snýrað innuhurðum í allt húsið, alls 600 talsins. 12 aðilar skiluðu tilboðum og var tilboði HBH framkvæmda EHF tekið. Fyrirtæki var með þriðja lægsta boð eða 118 milljónir. Þau fyrirtæki sem voru með lægri boð gerðu ráð fyrir erlendu vinnuafli og gengistryggingu og voru þess vegna valin frá. HBH í meirihluta eigu Salt Construction sem dótturfélag Salt Investments. Það félag í eigu Róberts Wessman en hann lagði fram 1 milljarð króna sem hlutafé og framlag í þróunarsjóð Háskólans í Reykjavík. Í útboðsgögnum frá eignarhaldsfélaginu Fasteign HF sem sér byggingu, fjármögnun og eignarhald byggingarinnar kemur fram að ef bjóðandi sé í vanskilum með lífeyrissjóðsiðgjöld starfsmanna verði ekki gengið til samninga við hann. Samkvæmt gögnum sem Fréttastofa hefur undir höndum hefur íslenski lífeyrissjóðurinn birt greiðslu áskorun á HBH. Þá vanskilaskrá fyrirtækisins 3 A4 síður auk þess sem líkur á að fyrirtæki geti ekki staðið í skilum eru 77%. HBH hefur áður fengið verk í nýbyggingu HR en það var í tengslu við endurbyggingu á Nautól-veitingastaðnum sem tengdur háskólanum. Það verkur upp á tæpar 200 milljónir. Framkvæmdastjóri HBH sagði í samtali við Fréttastofu að ekki hafi verið skrifað undir verksamning. Hann segir að unnið sé að endurfjármögnun fyrirtækisins og það muni uppfylla útboðsskilyrði áður en skrifa verði undir verksamning. Róbert Wessman sagði í samtali við Fréttastofu að hann vissi lítið málið og benti á samstarfsfélaga sína.